Komið í sæl og blessuð og sælar kæru meyjur. Það er komið að lestri fyrir júnímánuð fyrir ykkur. Ég er að gera þetta svolítið öðruvísi núna, er að nota spil sem ég er ekki vön að nota, þannig að þau kannski bara sýnir mér smá tillitssemi með það. Ég kíki í bækurnar ef ég þarf. Við byrjum á þemaspili fyrir meyjuna fyrir júnímánuð. Þemaspil meyjunar er þessi fallega drottning sem er svolítið meyjalegt spil. Þetta er drottningin sem er mjög vanda virðingu sinni, hugsar vel heimili og börn, er svona hin fullkomna hagsýna húsmóðir. Hún er mjög praktísk, mjög jarðbundin og hugar vel að heilsu og útliti og öllu sem viðkemur því að láta sér líða vel í eigin skinni. Hún er sjálfsörugg og sjálfstæð og þú getur treyst henni 100% því að það sem hún segir það blífur. Hún snýr sér núorðið, allavega í júní, virðast vera skilaboðin, mikið að praktískum hlutum og meyjan verður sem sagt í þeim gírnum í júní, samkvæmt þessu, að huga að heimili og nánasta umhverfi. Það er bara góð byrjun á sumrinu og vonandi bara hefur það eitthvað gott í för með sér með meyjuna. Þar sem að þetta er þemaspilið og hefur þetta áhrif á það sem á eftir kemur. Við setjum þetta hérna bara aðeins til hliðar. Þá skulum við sjá hvað við fáum hérna meira. Meyjan svolítið í essinu sínu í þessu spili. Ok. Já, það eru svolítið andstæður hérna hjá meyjunni í júní. Einhver annar fékk fimmuna hérna þessa bara í öðrum spilum. Man ekki hver það var, en hérna erum við að tala í júní hjá meyjunni svolítið erfiðar tilfinningar og það að fá útrás fyrir gremju. Ef að meyjan hefur verið eitthvað ekki sátt með sjálfa sig við aðra, þá virðist vera í júní einhvers konar breyting á því, þar sem að henni tekst að losa sig við það sem að hefur svona verið að angrana og það verða afleiðingar af því. En það verður henni til góðs að geta losað út reiði eða einhvers konar gremju á einhvern hátt sem ég held að muni ekki skaða aðra. Þannig að kannski er hún bara að berja í koddann sinn eða fær útrás í gegnum einhvers konar líkamlega íþrótt eða einhvern líkamlegan gjörning, skulum við segja. En það sem meyjan gerir svolítið líka þegar henni líður illa, það er að hún dregur sig í hlé. Og júnímánuður virðist ætla
að vera dálítið svona típiskur fyrir hana hvað það varðar og fyrir ykkur, kæru meyjur, að það hérna svona ákveðin tendens ásakið til að draga sig í hlé. Að vissu leyti tengist þetta því sem ég var að segja með drottninguna hérna áðan, að draga sig í hlé sko innan veggja heimilisins. Hún getur verið mjög aktív í sjálfu sér innan veggja, sinna eigin veggja, þó hún dragi sig í hlé frá umheiminum. Og það er eiginlega það sem er verið að tala um hérna. Þið sjáu hérna kústinn, hún getur verið að fegra, betrumbæta heimilið, snurfusa í garðinum. Ef til vill þetta einhvers konar vöxtur á einhverju. Ég þekki meyjur sem hafa verið að setja niður og að fá smá uppskeru og svona huga að því. Kæru meyjur, svo eigið þið það líka til svolítið að snúa sólarhringna við og vaka á nóttinni. Það oft ljós í gluggum hjá meyjum þegar komið eftir miðnætti. Tunglið hérna, brosir hérna niður til ykkar. En ég ætla ekki að sleppa því að tala þennan kraftmikla, föngulega kallmann sem hérna fyrir miðri lögn. Þetta spil þarf ekki að tákna kallmann. Þetta getur verið orka í hvers konar formi sem verður á vegi meyjunar í júní. En einnig getur þetta verið kallmaður sem kemur inn í líf meyjunar af miklum krafti í þessum mánuði. Annaðhvort nýr, það er að segja nýmanneskja, eða einhver sem að meyjan hefur áður þekkt en er nú að koma á nýjan hátt inn í líf hennar. Og það er eins og með komu þessa einstaklings birtir dálítið til í annars kannski svolítið dimmu lífi ykkar, kæru meyjur. Þegar ég segi dimmu þá meina ég það ekki á neikvæðan hátt. Þá meina ég það aðalega út frá því sem ég sé hér í spilunum. Hér er myrkur, en þetta fallega spil hérna í miðjunni er bjart og fallegt. Þó þetta eigi nú eflaust að vera samt tungl líka. Og þó gæti verið sólin. Þetta er ákaflega kraftmikill maður, hann er tilfinninganæmur og þar sem hann situr, þetta minnir mig svolítið á prinsessun og bauninni. Þetta var til að tákna til hversu næmur hann er tilfinningalega. Allavega er þetta einstaklingur sem er að sýna á sér þessa hlið í júní og þetta eru jákvæð áhrif inn í líf ykkar, kæru meyjur. Þannig að verið vakandi fyrir þessum einstaklingi og takið vel á móti honum. Hér höfum við líka fisk og fugl. Ég vil ekki fara of djúpt í eitthvað að tileinka þessi spil ákveðnum stjörnumerkjum, en tígrisdýri hér táknar yfirleitt ótta. En þetta tígrisdýr er á stökki og mér sýnist hann vera búinn að sleppa óttanum. Þannig að ef hann hefur verið eitthvað smeykur áður, ef til vill smeykur við að sýna þessar djúpu tilfinningar sem hann hefur, eða smeykur við að taka eitthvað ákveðið skref, að þá verður breyting á núna í júní. Spennandi. Og þau horfast fallega í augu hérna í gegnum þessi tvö spil. Við skulum sjá hvað kemur meira.
Aha. Já, það er þetta með að draga sig í hlé sem ég var að segja með meyjurnar. Þið eigið þetta til og í júní er ákveðin svona, sko kalla andleg uppljómun hjá ykkur. Ef til vill eru þið að tengjast andlega betur heldur en þið hafi gert áður. Þið ykkar sem að kannski stundið hugleiðslu eru að upplifa eitthvað nýtt eða dýpri hugleiðslur en áður og öðru vísi. Og svo nú hreinlega líka hluti ykkar kæru meyjur er með mikla andlega hæfileika. Bæði hvað varðar tengingu við önnur orkusvið og það að sjá fyrir óorðna hluti. Og þessir hæfileikar eru svo sannarlega eftir að eflast hjá ykkur í júní og fram eftir sumri. Einhverjir ykkar kærmeyjur hafi sérstaka tengingu við hrafna. Kemur svo sterkt inn þessi hrafn sem situr hérna. Það verða mikla breytingar á andlegu hliðin ykkar í júní. Endurfæðing er hér tengd þessu spili. Fæðing og endurfæðing. Þið eru að fara einhverja nýja leið sem þið hafi ekki farið áður. Og já, þeir vilja tala þennan einstakling í sambandi við það, tengingu við þennan einstakling. Þetta er ef til vill manneskja sem hjálpar ykkur á þessari andlegu þroskabraut ykkar eða manneskja sem sýnir ykkur nýjar leiðir. Ég var að tala áðan dýpri hugleiðslur eða einhverjar aðrar leiðir til að hugleiða eða ná betri og sterkari tengingu en áður. Það á eftir að koma í ljós, ég fæ ekki meira vit það, en allavega mjög jákvætt og bjart yfir þessu og þessi endurfæðing hér, þetta er eitthvað sem er löngu tímabært og þetta er eitthvað sem verður tekið í 2 skrefum. Einhvers konar mikil breyting sem verður í júní. Þannig að kæru meyjur, það er bara fallegt framundan í þessum málum. Síðan er hérna spil sem tengist orkustöðvunum, fyrirgeðu. En þið fáið hérna bara 1 spil, þannig að það er 1 orkustöð það sem eitthvað verður ríkjandi í júní og það er rótastöðin, fyrsta orkustöðin, litur, þessi rauði, fallegi litur. Og þetta er svolítið meyjalegt spil líka vegna þess að það fylgir meyjunni að vera með smá fullkomnunar áráttu. Og þetta spil er ábending það að festast ekki of í henni, heldur leyfa hlutunum að vera bara eins og þeir eru. Það þýðir ekki það að þið megi ekki hafa standarda, endilega ekki slaka á kröfum ef þið hafið þær, og ég veit þið hafið þær, kæru meyjur, því að það er svolítið vill fylgja ykkur. Þið gerir mikla kröfur til fólks, við skulum bara orða það þannig. En það sem er enn mikilvægara er að þið gerið enn meiri kröfur til ykkar sjálfra.
Þið getið átt það til að rífa ykkur niður alveg miskunnarlaust og það svona eitthvað neikvæða hlið svolítið, kæru meyjur, eins og þið eru yndislegar. Þið þurfa að vara ykkur á því að þið hafið stundum ríka þörf fyrir að segja fólki hvernig hlutirnir eiga að vera. Vegna þess að stundum vitið þið það. Og þið þurfa að vara ykkur á því að það ekkert allir tilbúnir að taka þannig óbeðnum ráðleggingum. Þannig að verið ekkert að þröngva því inn á fólk of mikið þennan mánuðinn. Þið gætu bara hreinlega fælt fólk frá ykkur með því. Leyfið hverjum fugli að fljúga eins og hann fiðraður og njótið ykkar eins og þið getið í júní. Og aftur eru þeir að tala uppskeru. Við sjáum þessi fallegu ber sem hún með. Það eitthvað að fara að bera ávöxt í ykkar lífi. Leiðu þið slakið á fullkomnunar kröfunni og reynir svolítið að taka fólki bara eins og það og ykkur sjálfum líka. Þá losið svolítið stífni og vinnið þannig að því að draga fólk meira að ykkur. Þið verðið opnari og takið hlutunum ekki eins alvarlega og það eitthvað sem að margar ykkar kæru meyjur megi taka til ykkar. Reynið samt að vera áfram þið, því að þið eruð einstakar. Og svo skemmtilegt að þetta spil tengist rótarstöðinni, sem að tengist aftur þessari drottningu hér, þessari jarðbundnu drottningu. Þetta tenging ykkar við jörðina og við það sem jarðnest og efnislegt Þannig að það greinilega, þið eru svolítið í ykkar eigin elementi þennan mánuðinn. Og þá eru þið þetta bara í essinu ykkar. Þið eigið eftir að uppgötva ýmislegt í júní að koma til ykkar ýmsar hugmyndir hvernig þið getið látið drauma ykkar bera ávöxt, skulum við segja. Alveg eins og ég var að tala hérna áðan, einhverjir að gróðursetja og það hægt að gróðursetja líka hugmyndir, það hægt að gróðursetja alls konar óhefbundin fræ og það líka svolítið sterkur þáttur hérna í júní hjá okkur. Og rótarstöðin grunnur, þannig að þetta spurning að huga að vel að öllum grunnþörfum. Ok, síðan ætlum við að sjá hérna hvort það sé eitthvað sem þið þurfið kæru meyjur að heila í júní. Það spil sem heitir sektarkennd. Ok, þetta getur verið þið sjálfar, elsku meyjur, eða einhver í umhverfi ykkar sem að bera sektarkennd. Einhver sem skömmustulegur yfir einhverju sem búið að eiga sér stað. Eða hefur sektarkennd yfir einhverju sem ef þið vill, hann hefur ætlað að gera en ekki gert. Það eiginlega bara eitt svar við þessu. Sektarkennd ósköp eðlileg mannleg tilfinning að horfast í augu við hana og fyrirgefa sjálfum sér
bara mikilvægt. Nú ef þið hafið gert eitthvað á hlut annara sem þið geti bætt fyrir, þá endilega skoðið þið það. En látið þessa tilfinningu ekki verða að klafa hálsinn á okkur eða draga ykkur niður. Nú svo getur þetta verið eins og ég sagði áðan, eitthvað sem í umhverfi ykkar, einhver annar en þið sjálf, og það þá eitthvað sem að þið eigið eftir að upplifa í júní, og þá bara að gera að sýna umburðarlyndi og kærleika og taka ekki inn á sig þessar erfiðu tilfinningar annarra. Ég ætla að draga hérna annað spil sem að bendir okkur á lausnina. Og lausnin felst í því að hafa næg úrræði í sjálfum sér til að ráða við þessa erfiðu tilfinningu. Í raun og veru að komast yfir hana. Það að segja að tileinka sér einhverjar aðferðir, nýta sér einhverja hæfileika sem þið hafið og jafnvel að leiðbeina öðrum, ef að þetta ekki þið sjálf, að hjálpa þó öðrum að losna við þennan klafa og nýta ykkar hæfileika, vil ég segja. Nýta það sem að þið hafi lært til að láta það gagnast hinum í kringum ykkur. Sektarkennd eins og reiði getur nagað fólk að innan og valdið ómetanlegum skaða ef að ekki kemst heilun þar að. Já, þannig að það svona bæði og í júní. Fallegur mánuður. Ég verð að draga eitt blómálf handa ykkur fyrst að komið sumar. Já, spilið sem þið fáið heitir Slepptu. Leið og þú sleppir þörfinni fyrir að stjórna og slakar á og dregur að þér það sem þú óskar þér. Þetta nákvæmlega sama og ég var að segja áðan varðandi fullkomnar áráttuna. Að leið og þú slakar á henni þá opnaru fyrir hlutina sem að reyna að koma inn til þín, sem geta verið í hvaða formi sem Til dæmis í formi betri líðanar, betri tilfinninga, í formi þessar tilfinningaríku manneskju sem að koma hérna inn, í formi uppskeru. Þannig að verið tilbúin að kæru meyjur til að taka á móti í júní. Svo fáið þið eitt spil hérna að lokum úr uppreisna stokknum mínum sem að mér svo skemmtilegur. Ef þið eru mjög viðkvæm fyrir blótsýrðum þá skulið þið bara stökkva núna, en þetta svona bara meira til gamans. Já. Ertu búin að borða og lætur eins og krakki? Nei, ég nefnilega ekki búin að borða, sko. Hlustaðu á litlu röddina innra með þér. Og ég ætla ekki að þýða þetta beint. Ég ætla bara að orða þetta svona pent. Hún þarna af einhverju ástæðu. Þannig að farðu eftir því sem verið að reyna að segja þér. Ok. Heyrðu, kærar þakkir meyjur og megi júní mánuði verði ykkur
bara dásamlegur. Ég set kannski inn meira efni í sumar og mér skilst að sé hægt að gerast áskrifandi á YouTube ef að maður vill ekki missa á neinu. Þið bara athugið það ef þið viljið. Bara ljós og kærleikur til ykkar.